til lukku með sigurinn. Takk fyrir það. Hörku sigur. Þín fyrstu viðbrögð eftir sigurinn? Já, það er bara hrikalega ánægður að vinna hérna og ná í 2 mikilvæg stig hérna svona á endasprettinum í deildinni. Við erum svona, eigum fræðilegan séns á öðru seti en til þess að þurfum við að vinna rest og treysta á að Valur misti í sig einu leik og þannig að við allavega þurfum að klára okkar verkefni og sjá svo bara hvað kemur út af því og þannig að þetta var bara mjög sterkt. Við vorum svona seinni hálfleikurinn töluvert betri fyrri hálfleikurinn og Brittanín var náttúrulega stórkostlega sóknarlega og svo bara frábær baráttu í stelpunum varnarlega. Gerði hlutina vel saman þar. Þið þéttuðu töluvert varnarleikinn í fjórleikulda, þriðja fjórleikulda. Þá svona, það bara lokuðust til allar svona gáttir þegar náðu komum boltinn inn á Carmen. Já. Og svona gekk Brittinu þetta var á eldi bara eins og segir. Já, hún var alveg stórkostleg. Hún er náttúrulega hörku leikmaður og þegar hún á góða daga þá á hún þetta til að raða alveg gjörsamlega og er náttúrulega líka fljót alltaf að finna hinnar þannig að ef þær ekki að 2 og 3 dekkana þá náttúrulega bara eins og var lék sér að þeim. Þær gátu ekki haldið henni fyrir fram að sig og hún skauti yfir þær en við þéttum vörnina virkilega vel, settum meiri boltapressu og ýttu svona meir úr stöðum og bara gerðum hlutina virkilega vel og það er svona sem leggur grunninn að þessu. Við náum að jafna leikinn, komast yfir og leiða þetta svona á lokakaflanum. Hörðu, Mó Sverrir, ekki prinsinn. Takk fyrir þetta, upp og áfram. Hvað segirðu? Upp og áfram. Það er bara svoleiðis, alveg eins og með Mó og félaga. Já, það er planning.